síðasta vídeói þá sáum við hvernig við getum skeytt innihald hóls við texta sem við viljum að birtist. Og hérna ætlum við að taka þetta aðeins lengra. Við vinnum bara með sama kóðan, en í staðin fyrir að festa innihaldið eins og við gerum hér, þá viljum við að viðkomandi gefa okkur upp einhvern nafn og aldur og hæð og við síðan prentum það út. Eini munurinn á þessu og því sem við ætlum að gera núna er að við þurfum að náttúrulega virkja áhuga notandans. Við þurfum að koma með einhver texta á skjánum þar sem að notandinn mun bregðast við, og allt það sem að við viljum að birtast á skjánum setjum við náttúrulega inn í console og inn í write. Svo setja það núna inn í write en ekki write line, og við til dæmis spyrjum bara hvað heitir þú, setjum svo bil hérna svo þetta sé ekki alveg klest upp við og lokum, og að því ég gerir write þá mun bendillin blikka hérna fyrir aftan. Og til þess svo að taka við nafninu þá þurfum við að setja nafni á breytunni eða hólfinu hérna vinstra megin og segjum svo sama sem alveg svo vorum við áðan Þórarinn, en nú setjum við að við viljum fá hvað sem er. Og þið kannski munið frá fyrra vídeói að console readline les inn af lyklaborðinu, og við setjum aldrei neitt inn í svigan því við vitum ekkert hvað á eftir að koma. Og þegar við erum að lesa inn af lyklaborðinu af tegundinni string, þá getum við tekið það bara beint inn af lyklaborðinu, vegna þess að allt sem við sláum inn er meðhöndlað sem string. Þannig að við skrifum bara console.readline, opnum og lokum sviga, og nú sjáum við, skulum bara taka þessar tvær í burtu sem er að vinna með hæð og aldur, en nú sem við sjáum við að græni liturinn hann hvarf hérna undir nafn, en þess að við erum sem sagt að vinna með og nota nafn, og við fáum einhverja setningu á skjáin, og það sem ég skrifa þá hérna fyrir aftan fer inn í þetta hólf nafn og er svo prentað út. Og við skulum skoða það. Já, kannski eitt hérna, þið sjáuð hérna í errorlistanum að það er warnings, 2 warnings að breytan aldur hefur verið skilgreind en gildi er aldrei nota, og breytan hæð er líka skilgreind en gildi hefur ekki verið að nota. Við þurfum ekki að ágjöra þessu, þetta er svona warning. Við bara keyrum og þá erum við spurð hérna, hvað heitir þú? Við sjáum akkurat hvar við erum stödd í línunni, og ég skrifa hérna eitthvað annað en Þórarinn til þess að það ruglist nú ekki, og ég ætla bara að skrifa til dæmis bara Sigurgísli, skrifa þetta, hvað heitir þú? Sigurgísli, og þá kemur hérna komdu sæll Sigurgísli, hvernig hefur þú það í dag? Og við sjáum þá að þegar ég ítti á enter hérna eftir Sigurgísli, að þá fór þessi texti sem hér er Sigurgísli, hann fór inn í breytuhólfin nafn. Og hvað var það sem að sendi textan inn í breytuhólfin nafn? Það er þetta readline eins og við sjáum í hjálparglugganum hérna fyrir neðan, string console readline that reads the next line of characters from the standard input stream. Þetta er sem sagt innstraumur eða innlestur, og þetta er bara safn af stöfum sem maður myndi að fara þarna inn. Ég hefði getað að skrifa alveg fullt nafn, ekkert endilega eitthvað eitt nafn, ég hefði mátt skrifa bara til dæmis fullt nafni mitt, og þá sjáum við það hérna, og þeim tekur alveg bilin og allt, en bara leið og ég íti núna á enter að þá fer þetta nafn
hérna, Þórarinn Jóhann Kristjánsson, allt inn í nafna breytuna og brentast það út. Nú er það líka sýningur hína tegundirnar, þær eru meðhandlaðar nefnilega dálítið öðruvísi. Skulum taka hérna aldurinn og við skulum spyrja notandan, til dæmis, hvað ertu gamall? Skulum hafa það líka hér með right. Við náttúrulega förum ekki að gera upp á milli, svo við athugum hvað ertu gamall eða gömul og setjum síðan svona. Og þetta er right, það þýðir að bendillinn býður og tekur eftir ykkur inn eitthvað. Og núna tekur við svona inn hérna fyrirgefið aldurinn. Og aldurinn er þá sama sem, en núna megum við ekki setja bara console readline beint. Ég ætla nú samt að skrifa því það við notum það. En console readline getur ekki breytt neinu, það meðhandlar allt sem texta. Og við þurfum, að því að við erum að vinna hérna með stærðfræðilega einingar, sem sagt heiltölu, að þá þurfum við einhvern veginn að breyta því sem ég slæ inn yfir í tölu sem ég get unnið með. Og þá eru til tvær leiðir. Það er annars vegar að ég get notað það sem heitir int parse. Þið sjáu hérna að ég get parsað strengnum, eins og við sjáum hérna í hjálpinni, convert the string of a number in a specified, sækki, þetta var datt hérna út. Skulum setja þetta hérna niður aftur. Og breytir þessu í 32 bita sem sagt heiltölugildi. Og við myndum þá skrifa hérna parse. Nú parse er eins og write, þetta er aðferð, það þýðir ég þarf þá að setja console readline inn í sviga. Það er að segja að það sem að ég mun slá inn á líknaborðið verður yfirfært yfir í heiltölu, vegna þess að það kemur inn sem strengur í byrjun. Hin aðferðin er að segja aldur er sama sem, við segjum hérna console líka, punktur readline, en setjum þetta console readline staðan fyrir int parse, þá getum við náði klasa sem heitir convert. Og þá opnast þetta hjálparklukki og ég get sagt, ég ætla að umbreyta þessu yfir í eitthvað. Og það er hérna to, convert, hvert viltu breyta þessu? To, int, kemur hér. Hérna getum við valið, hvort við viljum að nota 16 bita, 32 bita, 64. Það er aldrei neitt einstaklingur eldri heldur en 28 ára eða eitthvað slíkt, og við þerralöndi þurfum ekki nota 32 bita til þess að vinna með svona lága tölur, þannig að við getum bara nota int 16. Og þetta er eins og write og parse, þetta er aðferð, þannig að við setjum síðan console readline inn í aðferðarfallið, það er sem svigan. Þannig að hérna er ég búin að sýna ykkur þessar tvær aðferðir og við opnum síðan að hún birtir aldurinn og við skulum bara keyra fyrst aðra aðferðina og við sýnum ykkur svo hvernig hinn virkar. Gerum fyrst hérna, hvað heitir þú? Og við bara skrifa Þórarinn Jóð og hvað ertu gamallega gömul? 47. Og þá segir hann hérna, komdu sæll Þórarinn Jóð, þú ert 47 ára gamall. Hún skaut sem sagt inn gildinu sem ég gaf hérna inn í aldurinn 47 og þið takið eftir ég nota þessa aðferð int parse og þið með alls ekki gleyma að setja inn í svigana.
Nú ætlum ég að nota hina aðferðina. Við opnum þennan og lokum bara þessum augnablik og við sjáum núna, nú ætlum við að konverta to int sem í 16 bita heiltölu og við setjum það svona og hvað heitir þú? Og ég skrifa bara Jakob og hvað ertu gamall? Ég er 23 og þá kemur hérna komdu sæll Jakob, þú ert 23 ára gamall. Og þið sjáum að þetta er alveg það sama, það breytist ekki neitt, en hérna erum við búin að taka sem sagt nota tvær mismunandi aðferðir. Nú hvað þá með hæð eða eitthvað staf? Það þarf að umbreyta þessu öllu vegna þess að bara string sem getur lesið beint console readline. Allir aðrir þurfa að breytast. Þannig að núna skulum við taka hæðina og við getum sagt hæð er sama sem alveg sama convert to og við sjáum að það er til doppul og við setjum inn í svigan console readline og lokum svo to doppulfallinu. Við hefðum líka getað nota stafinn ef við ætlum til dæmis að ákvarða að við komum til sem eitthvað millinafn eða millistaf, þá getum við haft það hér og við myndum þá skrifa hérna stafur er þá sama sem og ég veist að þið sem er búin að fatta hvað það er sem við notum, við convert to char að sjálfsögðu og þar inni kemur þá console.readline og svo lokum við. Þannig að við erum búin að konverta öllu sem við ætlum að vinna með. Við viljum bæta við hérna, við ætlum að hafa þetta, við kannski notum ekkert hérna millistafinn, við gætum spurt hvað heitur ég á, hvað er millistafurinn, en þið allavega skilji hvað ég er að meina. Þannig nú á sama hátt og við getum sem sagt breytt með convert, þá getum við líka sett hæðina er sama sem double punktur parse alveg eins og setjum svo inn í console punktur readline. Þetta gildir alveg það sama. Stafur er sama sem char punktur parse inn í sviga console readline og þið bara ákveðið algjörlega sjálf hvora aðferðina þið viljið nota. Mér persónulega finnst betra að nota convert to þá svona veit maður nákvæmlega hvað maður að gera, það segir sér sjálft orðið convert. Nú þá þið búin að sjá hvernig þið takið á móti og geymið inn í hólfunum og skeitið svo hólfin við. Þið endilega prófið þetta, þangað til næst. Takk fyrir.